Herðu, þetta var þannig að gestir okkar eru farnir, Sigurjón. Já, mér finnst þetta líflegt. Það voru líflegar hotvitaumræðurnar. Já, það var mér. Þau töluðu að það hefur verið gaman að tala um pólitík. Þau eru kannski verið leið á því að vera að tala um svona... Fylgiskannanir? Já, stundum er þetta svona PR-menn hafa haft mikil áhrif á stjórnmálumræðina. Já. Þú veist, hvernig kom þessi út og... Við reyðum okkur það líka stundum. Já. Þannig að með það er gott og svo var fínar umræður áðan. Já. Konunum 3. Já. En það er svolítið eins og fólk sé að tala sig inn á það og stundum er það þannig að það er eitthvað sem er kannski óvanalegt að það þarf að orða það og einhver byrjar að segja já kannski verður nú bara meiri hluti sjálfstæðisflokks og samfylkingar á eftir. Nei, eitthvað svona, svo segir þetta aftur og aftur og aftur og smátt venst fólk við þessu og segir jú, allir það ekki bara. Einhver leiti er það að gerast. Mér finnst þú talar svona og mér finnst Eyrún talar svona, Karen, að þetta væri ekkit svona ólíklegur meirhluti. Nei, sko, ef að kosningarna fara eitthvað í áttina sem að hún sýnist. Það sem að gerir ekki, við vitum það að vika fyrir kosningar að þá verður niðurstaðan ekki eins og kannanir. Segjum ef að sjálfstæðisflokkur og samfylking nái hreinum meirhluta, þessi tveiflokkar, að þá er náttúrulega ekkert að því að þau heyri hljóði hvort í öðru, sko. En það er ekki, segjum þetta að vera í Danmörku, það sem er svona blá blokk og rauð blokk, þá er eiginlega skylda á oddvitunum sikkurum megin að kanna hvort það setja mynda... Bláu blokkina? Er það Viðreisn, Viðreisn og... Framsókn og Fólksins? Nei, og hérna Viðreisn, já. Hjá hverjum? Það er bláa blokkin. Já, það er sjálfstæðisflokkur, miðflokkur, Viðreisn og Framsókn. Já, þessi 4. Já, og ég held að séu ykkur í sjálfstæðisflokknum að gæla við að þeir hafi jafnvel svona eitthvað val um það að það gæti orðið þannig að ef að Framsóknarflokkur verður duglegur, ég meina oft talaði manni í svona kosningamaskinu, að þá sé möguleiki á sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Framsókn. Því að það vita allir að Viðreisn og miðflokkurinn blandast að einhverju illa saman. Já. Og til dæmis Viðreisn er eiginlega sá flokkur sem er fljótastur að stíga upp og andmæla svona tali miðflokksins regnboga fánanna og gegn hinsegin samfélaginu, gegn innflytjendum og eitthvað leira. Þannig að það er svona einhver núningur. Já. Og getur orðið erfitt. Svo er þetta borgarsjótt, sko, þetta er ekki landsmálin. Nei, það getur erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn að halda saman ef það er eitthvað svona fyrirfram vilji til þess að svona vera ekki saman. Samfylkingin þarf eiginlega að ná, sko, samfylkingin vinstrið. Þeir eiginlega vonast að flokku fólksins næðinn sem er bara alls ekkert víst. Ég veit ekki hvernig líta á sósíalista sem samstarfsaðila. Píratar, alls ekkert víst að þeir ná inn og svo þá Viðreisn og þá ertu komið með Viðreisn og vinstri saman og ég man að þegar var verið að mynda núverandi meirihluta að þá lýsti Viðreisn yfir að þau vildi ekki vera með vegna þess að þau vildi ekki vera í meirihluta með sósíalistum sem að þá var sko sanna. Þannig að ég held að það sé minn ólíklegra að Viðreisn vilji vera með sósíalistum eins og þeir eru núna. Já, enda sko oddviti Viðreisna frá þeim tíma það er búið að setja hann af. Það er búið að setja hann af, já. Eða kaus að bjóða sig ekki fram aftur. Þannig ég held að setja hæpnara eins og kannanir er að benda til, sérstaklega ef að samfylkingin er að gefa eftir og mér fannst það hljóma þannig að Karen var að metta þannig að það geti haldið áfram. Og eitthvað fylgi fari kannski yfir á vinstri, þá var það sé svona vinstri leki í samfylkingunni. Þá vantar eiginlega að samfylkingin væri þá að ná miðjufylginu, að þau væri á svona uppsveiflu þar. Það sem að svona Framsókn fékk mest síðast. Já, þar er það þeir sem hafa miðað á það að Viðreisn ætlaði sér það og samfylkingin ætlaði sér það. Það virðist vera að samfylkingin sé ekki að ná þessu, þetta voru þetta ekki sko 17% fylgi sem að Framsókn var með. Samfylkingin er ekki að ná þessu. Viðreisn er kannski að ná 4-5% með þessu
mest að þessu virðist þurfa að fara yfir á Sjálfstæðisflokkinn. Og einhver staði kemur svo fylgi Miðflokksins. Ég held að þessi eitt sem að líka í landsmálunum sem við ættum að hafa í huga þegar verið að útskýra á hverju mælist Miðflokkur svona hátt, þá var það náttúrulega út af forystugreppinu í Sjálfstæðisflokknum, algjörum vandræðum Framsóknarflokksins. En svo það líka þegar að Flokkur fólksins minnkar, þá þar inni fylgi sem líklegast til þess að fara yfir á Miðflokkinn. Því að þegar það var verið að byggja fylgi Flokks fólksins og þá var Inga Sæland oft sko bara mjög lík í tali til þess með innflytjendur og Miðflokkurinn og fleira. Þannig ég held að þegar Flokkur fólksins veikur, þá fer hluti af því fylgi yfir á Miðflokkinn. Ég hef heyrt Miðflokksfólk sem það er mjög bjartsýnt í Reykjavík. Það er ekki lengur, það? Nei, ég veit ekki, en þá ég var að reyna að segja við að þessi asnalega bílferðans Ara Edvald, hún myndi ekki koma til góða. Jæja, það eru 180.000 manns búin að sjá það, þess að heldur. Þetta er svo vitlaust að hann skaut sér svolítið í fótið þar. Hann var ekki gæi, sko, hann var bara misefnaður nöldrari. Ég sett inn á Facebook að í aðdraganda þingkosninganna þá mældist, ég kíkti bara á Gallup, þá mældist Miðflokkurinn með 18,7% fylgi. Hann fekk 12,1%. Og ég hef haldið fram að Miðflokkurinn sé svona flokkur að þeir vera að líða að ákvörðuninni, að þá eigi þeirri erfiðleikum með að halda fylginu. Af því að þú kemur með kjörseðilinn inn í kjörklefan og þannig svarar kannski í skoðanakonunum vikuna fyrir kosningar. Þá verður oft svona mikil breyting og flokkar sem er svona gaman að fylgja í andstöðu eru kannski ekki það sem þú ert til í að kjósa. Þannig að ég held að Miðflokkurinn eftir að brenna sér svolítið rækilega á þessu að svona fylgi í skoðanakonunum að það er bara hægara sætt að gert að koma því í atkvæði. Og við erum líka að hafa í huga að Miðflokkurinn er ekki með neitt borgarfulltrúa. Það er reyndað með Kjartan og Mörtu, en sem að Miðflokkurinn er nú ekkert að segja okkur frá, það er bara að hálf skamma sig fyrir. En þannig hann er að reyna að ná, ég held að það hafi dreymt sko 4 borgarfulltrúa úr engu. Miðflokkurinn? Já. Ari sagði einhvers staðar, það er nú gaman að fá strákinn með í 7. sæti. Ég held að það sé algjörlega óraunhaft. Gjörsamlega. Þegar Katrín Jakobsdóttir náði kannski í Reykjavíkurkjördæmunum 15+%, þá fekk VG sem aldrei hefur náð að vera sterkt í Reykjavík, hefur alltaf verið svona hliðar valkostur, náði 4%. Og þótt að Miðflokkurinn sé að mælast hátt í þingkosningu núna, þá er bara alls ekki gefið að það skili sér. Ég held að Flokkur fólksins hafi náði yfir 12% í Reykjavíkurkjördæmunum í síðustu kosningum. Það er enginn sem trúir því að Guðmundur Ingi landi einhverju slíku í borgarstjórnarkosningum. Þannig að ég held að sé einhver svona hugsanarskekkja inn í Miðflokknum. Hann er í kraganum. Hver? Guðmundur Ingi. Guðmundur Ingi Þórðarson? Nei, ég held að það var Guðmundur Inga Kristinsson. Nei, ég er að tala það sem að flokkar landa í Reykjavíkurkjördæmunum og þingi skila sér ekki endilega sem fylgi í borgarstjórnarkosningum. Það áttu við VG, það held ég muni eiga við Flokk fólksins núna og ég held að það muni líka eiga við Miðflokkinn, sko, þótt að þessu að við náðu eitthvað yfir 10% held ég í þingkosningunum. Þá held ég verði bara í erfiðleikum með að náði. Ég held ég verði nær bara 6. En það er bara... Það er gaman að sjá hvernig þessi vika verður. Já, ég verður gaman að sjá fyrstu kannanir sem að gætu komið á morgun eða hinn. Líka vegna þess að það var svolítið mikill munur á Gallup og Maskínu. Til dæmis mældi Maskína samfylkinguna 4% neðar heldur en Gallup. Og það snarpari skoðanakonum, tekinn og skemmri tíma. Og það var líka 3% sem að munaði að Miðflokkurinn var minni á Maskínu heldur en í Gallup. Sjálfstæðisflokkurinn var miklu hærri í Gallup, hann var, ég held að hann fari í 30%. Já. Þannig að þetta verður spennandi að sjá kannan sem koma núna vegna þess að það skiptir máli
og ég ætla nú bara að segja að því að við verða sviftingi í konunum og svo aftur frá síðustu konunum yfir á kjördag og þá það, já, svona kemur meiri alvara í fólk, hvernig það svarar, þá það raunverulega að svara, ekki bara já, mér líst vel á þennan eða eitthvað svona, heldur þú, hvernig ætla ég að verja atkvæða mínu og þá held ég að verði mikla breytingar í vikunni og svo enn meiri á kjördag, þannig að ég, þegar að vera að tala um hverju myndi meirihluta, að ég, stimplum út í því, ég held að ég eftir að vera niðurstæðan eftir að vera svo ólík því sem núna. Þetta leikfang fyrir okkur á meðan. Já, ég verði svo ólík því sem núna að ég myndi aðeins yngra. Annars staðar eitthvað spenna annars staðar. Spenna kannanir benda til þess að meirihlutin haldi í Kópavogi. Að Sjálfstæðisflokkurinn taki mannin sem að Framsókn missir. Já, það staðan þannig? Já, það verið síðasta konum. Já. Svo Sjálfstæðisflokkurinn stendur óin illa í Hafnarfirði. Já, en þar dregst fylgi samfylkingarinnar saman líka samkvæmt könnunum. Þannig að þar getur orðið mikil rót. Kannanir í þinginu hafa sýnt að Miðflokkurinn nýtur meira fylgis í kraganum heldur í Reykjavíkurkjördæmunum og þannig að Miðflokkurinn geti spilað eitthvað inn í til dæmis í Hafnarfirði. Já. Það ég veit að það sé svona óanægja með bæjarstjóran í Almar í Garðabæ eða hann njóti ekki alveg sömu stöðu og Gunnar sem var náttúrulega svona eitthvað kóngur áratugum saman að stila ykkur við bara réð sínu. Ég byggi í Garðabæ, ég get ekki séð að það taki fyrir maður kjósa sko, Sjálfstæðisflokkurinn búin að vera með meirihluta frá upphafi. Ég geti trúað að Miðflokkurinn næði smá þar. Já, Lárus Guðmundsson nágranni minn. Ég segi ekki að hann drægi það að sér að því ég bara heyri á landsvísu að þá eru svona garðbæingar sem í Sjálfstæðisflokknum eru svona eitthvað óanæður með flokki sinn. Finnst Bjarni hafa eyðilagt hann og Guðrún ekki góð og þannig að það getur vel verið að koma eitthvað svona skrans í einhver óanægju. En ég er ekki minn sín inn í það. Það er svona frá eldri kollum sem vinna til Lárus í landsliðsbúningunum og Ég held að hann drægi ekki, ég held að sé frekar það að alveg svo ég held að ástæðan fyrir fylgisaukningu Miðflokksins í skoðanakönnunum forystukreppa Sjálfstæðisflokksins, forystukreppa Framsóknarflokksins og minnkandi fylgi flokksfólksins. Miklu frekar heldur en eitthvað sem Miðflokkurinn að gera. Sko. Þannig að ég held ef að Miðflokkurinn nær einhverjum árangri í Garðabæ þá held ég að sé ekki af því að Lárus sogja sig fylginu. Kannski að Lárus sé þannig að hann ekki ítaði frá sér aftur. Eins og stundum gerist með frambjóðendur Miðflokksins. Já. En það bara ekki svo miklar kannanir sem hafa verið í þessum minni sveitafélögum, sko, að það sé hægt að tala um það einhverju viti. Þetta yfir 20.000 manna sveitafélag. Já. Nei, en svo líka svo spennandi í Reykjanesbæ hvort að Vilhjálmur Árnason ritari Sjálfstæðisflokksins nái að mynda meirihluta og vera bæjarstjóri. Já. Það var líka mjög sérstök könnun sem kom fram á Akureyri þar sem að samfylkingi var stæðst í flokkurinn. Hefur þú trúað því? Nei. Ég er búin að sjá það út að sko Bergljót, þarna sem leiði Sjálfstæðisflokkin fyrir undir þingmaður, hún var sett í fyrsta seti og sá sem hafi verið þar áður, Hjálmar Árnason, hann bakka niður í aðnarsætið og hún kemur inn í fyrsta seti. Og ef þeir mynda meirihluta, verður með sterkarstöðu, þá er hérna Sturldóttir, Ástríður Sturldóttir, bæjarstjóri Akureyri, þá hún farin, hún svo ráðin bæjarstjóri og síðan að hann Óðinn, sem fyrir sjónvarpsfréttamaður, hann í þessum fræga L-lista sem hefur oft náðu reynu meirihlutinni sinni í hann var ekki að gera gott mót í könnuninni sem ég sá. Það var ekki. Og þú bjóst þessum Akureyri, finnst þér ekki skrítið þetta sem ég var að segja að samfylkingin mælist stæðsti flokkurinn á Akureyri? Ég sé svo langt sem ég flytti það. En manstu eftir einhverju að það hef ekki verið annarkot Framsókn eða Sjálfstæðisflokkur? Nei, Ég held að mælist líka svolítið stór í kjördæminu. Stærri en VFG og Sjálfstæðisflokkur. Þannig að það eru mikla breytingar þannig á Akureyri. Já, ég ætla að segja þetta með L-listan og Óðinn Svan Óðinsson. Ég held að honum sé líka telt fram sem bæjarstjórnefni. Þannig að ég spái því að Ástríður Sturldóttir
þurfið að fara að leita sér nýri vinnu. Já. Þrátt fyrir að menn sé ánægð með hana, svo. Þrátt fyrir það. Og engin skandalar og engin greiðslukort eða neitt, það getur vesinn af henni. Það er það. Herðu, eigum við að fara að setja það gott? er bara því að vera... Við erum vann að humma hérna við borðið. Það er könnunin sem hefur verið gerð á Akureyri. Já, Það er Samfylkingin með 8,4, 18,4. L-listi með 17,2, Já, Sjálfstæðisflokkurinn með 16,7, þetta er allt svona 3 jafnstóri flokkar. já, Framsóknarflokkurinn með 11,5, Vinstri græn með 11,5, Miðflokkurinn með 10,6, Viðreisn með 8,1 og Akureyrarlistinn með 6. Vistlas, við fórum að vera frambóða hana maður. Já, þannig að ég held að þetta geti orðið Þetta meiri var áttur hausverkur að ráða saman meiri Mjög spennandi þannig. og getur orðið eiginlega hvernig sem er sko. Já, En það sem er verið að auka fylgi frá kosningunum, já, að þá er Samfylkingin að bæta við sig yfir 6% og það er Vinstri græn að bæta við sig 4% og Miðflokkurinn 2%. en allir sig, hvað? Hann er að tapa 1,5 Já, já, en þeir sem er að tapa mestu eru náttúrulega Framsókn. En það verður að hafa í huga þegar maður er að horfa á nýjar kannanir og samanbörð við síðustu kosningar að Framsókn fekk alveg óvenju góða kosningu allstaðar í síðustu. Þannig að fólk verður svona aðeins að gefa þeim veit það. líka þegar verður að horfa á sko að Hildur sig að bæta við sig frá síðustu kosningum 2022, þá fekk náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn alveg ömurlega kosningu í Reykjavík. Já. Það var lélegasta kosning sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur fengið í Reykjavík. Þannig að þótt að hún bæti við sig 3 eða 4%, þá er hún bara að fara á svipaðan stað og Halldór Halldórsson og Eyþór Arnalds fór yfir 30%, ekki mikið, en skreið yfir það. Þannig að fólk kannski ætti að hafa aðeins í huga að horfa aðeins lengra aftur því að síðasta kosning var mjög sérstök. Herðu, við ætlum að slá botinn í þetta. Þakkum öllum gestunum sem hafa hingað komið, Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og minnum við á að það eru þið sem hafi byggt upp samstöðuna bæði dreifikerfi, bara með að segja vinum og vandaminu frá efni sem þið sjáið hérna, þá finnur fólk okkur í útvarpi, sjónvarpi, á Facebook eða YouTube eða í hlaðarsveitum. En það er sá hluti áhorfenda og áhverjenda sem hafa gerst áskrifundur sem halda lífi í okkur og ég verð að segja bara eins og að okkur vantar stuðning til þess að geta haldið áfram. Það er hérna fjölmiðlarekstur allstar í heiminum brattabrekka endalaust. Við tala ekki hérna rekstur á fjölmiðli sem er eins og Samstöðin sem er ekki að byggja á því að ríkir hluthafar hendi inn hérna peningum eða að auglýsendur komi hinga. Heldur er þetta fyrst og fremst byggt upp á stuðningi almennings og þetta er svona tilraunaverkefni og ekki útséð hvernig það muni ganga upp, en ef að þú vilt hjálpa okkur við að halda áfram rekstri samstöðuna, þá hvet ég til þess að gerast áskrifandi sem allra fyrst. Það er mjög einfalt. Þú ferð inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónum sem er grunn-áskriftin. Þú mátt borga meira þú vilt. Og því sem að kjósa getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En við þökkum fyrir í sinni, njótið þess sem eftir er af helginni, svo sjáumst við aftur hérna við rauðaborðið á morgun klukkan 8.